Góðan daginn, Ólafur Jónsson heiti ég, Óli Ufsi kallaður. Ég er togaraskipstjóri og kvótaandstæðingur. Í dag er ég svolítið vonsvikinn og svekktur. Ég er búinn að vera að hamra á því hér að það sé verið að fara aftan á okkur með gengið. Hvernig stendur á því að gengið er ekki hækkað? Og af hverju hækkar það bara ekki af sjálfu sér ef allt er svona gott eins og fjármálaráðherra er að segja okkur? Mér finnst vanta umræðu gengið því að þetta lága gengi sem við lifum við í dag er að hafa áhrif á alla umræðuna. ESB umræðuna og júruna, vandræðin í þjóðarbúskapnum, lágu launin, lækkun lífeyrissjóðana, lífeyrissjóðsgreiðslnanna til lífeyrisþega, sem er stórt vandamál í íslensku þjóðfélagi í dag ef menn lesa blöðin og hlusta á eldri borgara. Eins og ég segi, það er allstaðar það sem borið er niður, þar mundi gengið geta haft áhrif eða verið rétt skráð. En það hangir þarna alltaf með júruna á 154,55 krónur. Og allt í lagi, skilur, með gengið það væri bara fljótandi og þá er þau breytt. Þetta er eitthvað óeðlilegt. Það er ekkert gengi svona fast. Við sjáum dollar eins og aftur á móti með við krónu og með við júru. Þetta, gengi er alltaf að hreyfast. En við látum þetta við gangast. Að gengi sé svona lágt. Og nú vil ég fara aðeins betur í það hvað hækka gengi mundi gefa okkur. Sumir hafa hengt sig á það sem Samfylkingin hefur verið að boða, höfum bara kvóta og kannski einhverja leigukvóta og pottakvóta og tökum svo bara auðlindagjald af öllu saman. Hvað haldið að sé meira auðlindagjald fyrir þjóðina ef að gengið myndi hækka? Skiljið ekki hvað skeður þegar að gengið hækkar? Þá lækkar allur innflutningur, það lækka öll matvæli, það lækka bílarnir, það lækka sjónvörpin, það lækka þvottavélarnar og fötin, allur pakkinn lækkar í verði með hækkuðu gengi. Launin hækka bara, það þarf ekki að fara í einhverja prósentutog við samband atvinnulífsins. Launin hækka bara. Þú fær meira fyrir hverja krónu. Var ekki það sem hann var að lofa okkur þarna formaður samtaka atvinnurekenda? Var ekki hans heitasta von að eftir 10 ár myndi krónan myndi laun okkar hækka? Gerum þetta bara strax. Hækkum bara krónuna. Það er forsetubresturinn. Það er fall krónunar 50%. Það var og er forsetubresturinn sem við lifum við í dag. Og ef við hækkum krónuna, þá fáum við aftur þau lífskjör sem við höfðum 2006 og 2007. Þau réttlátu lífskjör sem þar fólust í. Hvað þarf að koma til? Það er náttúrulega alltaf spurningi. Ég veit að þeir eru að halda þetta niður. Það kemur ekki til greina að krónan og júran séu búin að vera í stanslausu jafnvægi frá hruni. Það kemur ekki til greina. Þið getið sagt mér alls konar skuggabrandara, þetta er ekki hægt. Svo við skulum bara skoða hvað þarf að koma til þess að krónan fljúi upp miðað við júruna, sem er okkar stærsta viðskipta bandalag.
Jú, við þurfum að auka framleiðsluna, þá framleiðslu sem skilar okkur mest, þjóðarbúinu. Það er framleiðsla á fiskafurðum. Það þýðir að við verðum að brjóta upp einokunina og kvótakerfið. Við verðum að brjóta þetta upp og eyða öllu sem heitir einokun í landinu. Einokun á framleiðslu búvöru, einokun á framleiðslu á fiskafurðum, opna markaðsverð á allan fisk, afnema kvótakerfið. Með þessu erum við á beinni leið að auka fiskafurðir 30 til 50%. 30 til 50%. Og hvað segið þið þá, hagfræðingar, ef við getum aukið framleiðslu á okkar dýrustu afurðum 30 til 50%, á þá krónan ekki sjálfvirt að hækka í verði? Styrkir það ekki krónuna? Ríkisútgjöld í algjöru lágmarki og stóraukin framleiðsla hækkar krónuna og gefur okkur aftur Ísland, sem nú er í höndum ræningja. Guð minn góður, hugsið þetta og skoðum þetta frá okkar eigin sjónarmiði, því að 95% landsmanna mundu hagnast gífurlega á þessu. Ég veit ekki hvernig þeir ætla að færa okkur aftur eigurnar sem þeir tók af okkur, en hinir sem héngu ennþá á þeim munu sjá lánin sín lækka. Að sjálfsögðu, gengistryggingin hlýtur að virka upp og niður. Sögðu mér það reyndar aldrei í bankanum þegar ég var að reyna að rökræða það í gamla daga. Það virkaði bara þegar gengi fór niður og lánin mín hækkuðu. En núna ættum við að geta fengið lánin lækkuð, verðtryggðu lánin. Endilega komið á bókina, við þurfum að fjölga þar, við þurfum að ná til hvors annars, við þurfum að vera viðbúin til þess að berjast fyrir eigin hag. Það eru ræningjar í stjórn landsins með allar taugar og tengdar. Við verðum að berjast gegn þessu og það gerum við með samtakamætti. Takk fyrir í dag, sé ykkur á morgun, bless.